Við erum semst að þróa svona rafræna samskiptalausn á milli heilbrigðisstarfsfólks og fólks sem er í krabbameinsmeðferð. Gerum þetta í gegnum heilsuveru landlæknisembættisins, getur virkað sem öryggisventil, við erum aðgengileg allan sólarhringinn, fólk sem er í erfiðri og krefjandi meðferð hefur alltaf aðgang að heilbrigðiskerfinu. Þetta er samstarfsverkefni á milli okkar á Landspítalanum og embættis landlæknis og krabbameinsfélagana, Krabbameinsfélags Íslands og Krabbameinsfélags Reykjavíkur. Þetta er eiginlega draumur sem er að verða veruleika eftir mjög langan aðdraganda. Við erum búin að vera að vinna að þessum hugmyndum næstu í 10 ár, reyna að færa þjónustuna nær sjúklingnum, virkilega styðja við stefnu spítalans það að setja sjúklingin í öndvegi. Byrjum með í raun og veru 3 verkþætti. Það í fyrsta lagi erum við með svona matstæki til að meta líðan sjúklingana sem eru að fá þessa þjónustu og draga úr líkunum á því að þú þurfir að leita á bráðamóttöku til dæmis. Það ekki bara matið sem þá sjúklingurinn getur bara farið inn í heilsuveruna, framkvæmt mat sjálfur og niðurstöðurnar varpast yfir í hans sjúkraskrá þar sem skilgreindur heilbrigðisstarfsmaður vaktar niðurstöðurnar þannig að hann getur brugðist við ef það er eitthvað sem er augljóslega í þörf fyrir þjónustu. Í kjölfarið að þá getur heilbrigðisstarfsmaðurinn ýmist miðlað til dæmis fræðsluefni sem væri jafnvel hægt að hafa bara sjálfvirkt, þannig að ef þú ert með tiltekin einkenni þá færðu sendar ákveðnar upplýsingar til þess að þú getur betur tekið svona ábyrgð og verið bara sá sem svolítið tekur stjórnina sjálfur, þurfir ekki að leita eitthvað annað, eða þá að það er miðlað bara handvirkt eftir því hver niðurstaðan er sérsniðnu fræðsluefni til sjúklingsins. Síðan í þriðja og kannski einna mikilvægasti parturinn af þessari lausn er það að það eru rafræn samskipti þar sem að þú getur sent skilaboð til heilbrigðisstarfsmanns og leitað upplýsinga, látið vita af því ef að líðan er versnandi og þá getur sá sem er á vaktinni, spítalamegin, að hann getur leiðbeint, getur lagt mat á það hvort að þetta sé raun og veru brýnt að bregðast við og beina þá viðkomandi aðila í bráðaþjónustu eða hvort að það megi bíða. Fyrst og síðast er þetta svona öryggisnet og svona valdeflandi og styrkjandi fyrir sjúklingin sjálfan til þess að taka virkan þátt í eigin meðferð. Það hefur algjörlega skipt sköpum að Krabbameinsfélag Íslands og Krabbameinsfélag Reykjavíkur komu inn í þessa vinnu með okkur. Þau hafa styrkt okkur með fjárframlögum til þess að fara í þetta tilraunaverkefni. Við erum að prófa nýja lausn sem getur síðan orðið yfirfæranleg fyrir aðra sjúklingahópa. Þannig að þó að við séum að byrja hérna með krabbameinssjúklingana að þá erum við kannski að prófa okkur áfram með lausnir sem geta nýst fyrir aðra sjúklingahópa sem eru kannski að kljást við langvinna sjúkdóma. Það eru rosalega margir áhugaverðir fletir á þessu verkefni. Fyrir það fyrsta erum við náttúrulega að vinna hér í nýsköpun og tækniþróun í heilbrigðisþjónustu. Við erum að nýta rannsóknarniðurstöður, þannig að við erum að virkilega taka gagnreynda þekkingu í notkun til þess að ná sem bestum árangri. Og síðan erum við með rannsóknar samstarf til þess að meta árangurinn af því hvernig til tekst þegar að við erum búin að innleiða þetta verkefni. Og við vonum að þetta geti orðið tilbúið í lok árs 2021. Þannig að í þessu verkefni þá náum við að sameina í raun og veru öll megin hlutverk spítalans sem eru vísindi, menntun og þjónusta við sjúklinginn. Þannig að þetta gerist ekki betra.